Það eru meiri líkur á að fá vörur frá Bakkavör í matarkörfu hjá venjulegum Breta heldur en að sjá þar brauð og mjólk. Þetta segir Ágúst Guðmundsson forstjóri. Vandamál stórfyrirtækja í dag sé ekki að ávaxta peningana heldur að finna fólkið til að knýja vöxtinn. Sölvi hitti Ágúst í London. Það sem Bakkavör í dag eru 17.000, þar af 13.000 hérna í Bretlandi og svo erum við 4.000 starfsmenn utan Bretlands. Mest í Frakklandi og í Kína. Við erum sem sagt að framleiða hérna tilbúin fersk matvæli og það eru svona allskyns matvæli. Við erum mikið hérna í salati og grænmeti. Við framleiðum pizzur og ídýfur og fjöldan allan af vörum sem að Bretar kaupa og degi hverjum. Þannig að hinn venjulegi Breti, hann að fara í bara þessa hefðbundnu matvörubúð, er þá líklegt að Seiliston í körfuna vara frá ykkur? Já, það nú svo komið í dag að það líklegra að þessu vöru frá okkur í innkaupakörfunni heldur en brauð og mjólk. Er ekki eitthvað svolítið sérstakt við að litla Ísland sé með svona mikil umsvif hérna í Bretlandi? Það lætur nærri að starfsmenn beint eða óbeint sem að heyra undir fyrirtæki í eigu Íslandinga séu margir og allra atvinnumarkaðurinn á Íslandi. Já, ég held að það sé frekar óvanalegt. Ég er ekki viss að það er í sin eina hliðstæðu, neins staðar. En það hefur nú svona einhvern veginn æxlast þannig og þetta er þetta mjög algeng spurning sem útlendingar spyrja hvernig stendur á þessu og svo framvegis. Þá hefur það nú bara einhvern veginn æxlast þannig að Íslendingar hafa verið farsælir í fjárfestingum sínum hérna í Bretlandi og víðar í Evrópu. Er eitthvað sérstakt leyndarmál á bakvið þú segir að maður heyrir ekki mikið af floppum hjá Íslendingum í útlöndum? Nei, en ég held samt sko að menn þarf náttúrulega að gera sér grein fyrir því að viðskipti eru náttúrulega í eðli sínu hérna sveiflukennd og hérna það kemur alltaf sá tími að það gengur hérna verð heldur en áður og svo framvegis að málið er það að til lengri tíma litið að það gangi verkefni vel og ég svona sé ekki betur en það hefði svona í meginatriðum gert það. Ég held að sko þessi neyslubylting sem að ég kalla nú sem gengur út á það að fólk er orðið miklu meðvitað en það hvað það er að borða. Svona holl matvara og skiptur orðið mjög miklu máli. Það skiptur orðið mjög miklu máli að eyða sér minnstum tíma í eldamennsku. Eldamennska í dag, í nútíma fjölskyldunni er að verða meira svona hobby sem að menn gera helgar og síðan þurfa að menn að leysa hlutina á einhvern annan hátt í miðri viku og ég held að þessi þróun hún á eftir að eiga sér stað allstaðar í heiminum, ekki einungis í vestræna heimi eins og við sjáum í dag og það er á leiðandi held ég að séu mikil tækifæri fyrir fyrirtæki eins og okkar í Asíu, til dæmis Indlandi og Kína þar sem að hlutinni breytast hratt og neytendur koma til með að gera svipaða kröfur áður langt og niður. Ég held að kannski stærsta vandamálið eða verkefnið ef þannig móli komast hjá þeim sem að reka stór fyrirtæki í dag er að finna rétt fólk og gott fólk. Í dag er mjög mikið til að fjármagna í heiminum en það er til miklu færri tækifæri í sjálfu sér til að eyða þeim og það sem að kannski vandamáli sem að stjórnendur eiga við að etja held í dag miklu meira mæli heldur en áður er að finna og manna fyrirtæki sín af góðu fólki sem að geta fyllt fjárfestingunum eftir og tryggt arðsemi til framtíðar. Þetta hljóma kannski svolítið furðulega fyrir meðalmannin. Ertu að segja að fyrir þá sem að kunnandi verka sé ekkert mál að tvöfalda peningana bara að þú hefur fólki í því? Já, ég skal ekki segja að það sé ekkert mál. Það er nú kannski oft eftir orða tekið en ég held hins vegar að aðgengi fyrirtækja að fjármagni í dag er miklu auðveldari heldur en að vara áður og ekki fyrir bara mjög mörgum síðan þá var aðal vandamál fyrirtækja og þó kannski sérstaklega íslenskara aðgangur af fjármagni og hérna miklu minna mál fyrir fyrirtækin þegar að koma að mannskap. Það var auðveldar að finna mannskap heldur en var að finna peninga. Í dag er þetta öðruvísi, í dag er erfiðar að finna mannskap heldur en peninga. Þannig að það hefur alveg snúist við. Eitt sem að þú hefur aðeins talað eru hvalveiðarnar. Hefur það eitthvað breytt þessari ímynd og hefur það eitthvað áhrif eða er þetta bara búið að fjara út? Nei, ég held að það fjari nú ekki út á meðan að Íslendingar veiða hval. Það mun ekki fjara út en væntanlega gengur það í einhverjum bylgjum, hugsanlega.
Ég held að það muni bara fylgja hversu mikið activity á Íslandi í hvalveiðum. Þetta hefur, ég held að hvalveiðar yfir höfuð skapi skaði ímynd Íslands. Við höfum hins vegar ekki tapað viðskiptum beint út af slíku og munum vonandi ekki gera. En maður finnur mjög greinilega á viðskiptavinum okkar og öðrum að menn hafa áhyggjur af þróun þessara mála og það verður svo bara komið í ljós hvernig málið þróast. Sérðu fyrir þér að nú er skaðinn skeður kannski einhverju liti, sérðu fyrir þér að myndi breyta einhverju ef við myndum hætta við að hval? Já, ég held að ef við hættum við að hvala þá náttúrulega sjálfvirkt fer athyglin af þessu máli og meðan við höldum áfram þá náttúrulega athyglin af þessu máli og við höldum bara áfram í raun og veru að byggja upp svona neikvæðari ímynd af okkur heldur en við þurfum.